Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 19. febrúar 2025 klukkan 16:36. Þetta 867. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag situr Erla Edvardsdóttir, varabæjarfulltrúi í forföllum Sævars Birgissonar, bæjarfulltrúa Framsóknar og aðrir aðalbæjarfulltrúar sitja fundinn í dag. Samkvæmt boðaðri dagskrá liggja fyrir fundinum 7 fundargerðir til staðfestingar og 11 fundargerðir til kynningar, alls 18 mál á dagskrá og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 1657. fundar bæjarráðs sem fram fór 5. febrúar síðastliðinn og á dagskrá þess fundar voru 8 mál og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð, svo við tökum fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 657. fundar bæjarráðs sem réttbönd. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Annað mál á dagskrá fundargerð 657. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 13. febrúar síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir mál númer 25, stafræn vegferð Mosfellsbæjar, þar sem stafrænn leiðtogi Sif Sturludóttur kynnti stöðu mála í þeim efnum fyrir bæjarráði. Á bæjarstjórnarfundi 16. ágúst 2023 kom ég hér í þessa pontu, í raun og veru undir sama máli, en þá hafði stafræni leiðtoginn sem ráðinn hafði verið í upphafi þess árs, einmitt kynnt stöðu mála á bæjarráðsfundi. Á þeim fundi vitnaði ég í meirihlutasamkomulag BS og C-lista og las upp þann kafla sem fjallaði þann ásetning að vinna markvisst að öflugri innleiðingu á stafrænni tækni, bæði í innra starfi og í þjónustu við bæjarbúa. Það má með sanni segja að starfsfólk Mosfellsbæjar hafi tekið verkefnið af mikilli alvöru og einurð. Í stjórnsýslu úttektsstrategíu sem birt var í maí 2023 höfðu komið fram fjölmörg úrbótatækifæri sem vörðuðu stafræna þróun. Og það var metið svo að sérstaka úttekt þyrfti að gera á upplýsingatæknimálum bæjarins til þess meðal annars að geta haldið markvisst áfram í stafrænu vegferðinni. Sú úttektarskýrsla sem Deloitte vann fyrir bæinn var síðan lögð fram í bæjarráði þann 10. október 2024 og í henni eru fjölmörg verkefni listuð upp, lítil og stór, sem unnið hefur verið að jafnt og þétt síðan. Og núna fengum við yfirlit stöðu mála til ársloka 2024 og það skemmst frá því að segja að verkefni hefur gengið afar vel, en vert að geta þess að verkefni eins og þessi eru ekki unnin í einangrun inni á lítilli skrifstofu, heldur í góðu samstarfi og samtali
við starfsfólk víða í bæjarkerfinu, allt eftir því hvers konar verkefni að ræða. Nú það auðvitað svo að ýmis vinna og verkefni hafa verið unnin innan bæjarkerfisins á árum áður með það að markmiði að auka hlut stafrænna lausna, en sú vinna gekk hægt. Því staðreyndin sú, og það vita þau sem hafa tekið þátt í svona umbreytingaverkefnum, að hlutirnir gerast ekki nema til þeirra sé veitt sérstöku fjármagni að sé til þess að fólk hafi tíma til að vinna að slíkum verkefnum innan sviða og þvert á svið og deildir, að stöðugildi séu sett upp sem að bera ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni og að það sé markviss stuðningur við verkefni frá yfirstjórn. Allt ofangreint á við í Mosfellsbæ. Verkefnin sem listuð upp í kynningunni sem hér liggur fyrir eru 33 talsins og ég hvet fólk til að kynna sér þau. Þau spanna mjög vítt svið, allt frá tiltölulega einföldum verkefnum eins og fólk frá SMS, fólk fái sent SMS, sólarhring áður en þá að mæta eða semst á fund hérna við starfsfólk bæjarins og yfir í rafrænar innkaupabeiðnir og reiknivélar fyrir frístund og leikskóla sem talsvert flóknara verkefni. Sérstaklega ánægjulegt að starfsfólki Mosfellsbæjar hefur verið boðið víða til að ræða þetta verkefni og ég veit líka að mikið samstarf og samtal á milli starfsfólk Mosfellsbæjar og annarra sveitarfélaga þegar kemur að því að vinna að og finna lausnir úrlausnarefna. Því hvers vegna að finna upp hjólið á ný hægt að nýta sér vinnu sem áður hefur farið fram og lausnir sem hægt að samnýta. Að lokum langar mig til að nefna þær breytingar til framfara sem orðið hafa á mos.is í því augnamiði að gera þjónustu bæjarins og upplýsingamiðlun, notendavænni og aðgengilegri. Og sú vinna heldur áfram á þessu ári og það sérstakt tilhlökkunarefni að það von á nýrri og öflugri leitarvél á yfirstandandi ári. Stafræn vegferð Mosfellsbæjar greinilega hraðferð og verður mjög spennandi að fylgjast með henni áfram. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Hallakar gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 2.4. Varmárvellir nýframkvæmd framvinduskýrsla. Mér langaði bara aðeins að fara yfir að þetta stóra verkefni eða þessum miklu framkvæmdum var skipt upp í 4 áfanga. Sá fyrsti sem var jarðvinna og ferging, hann búinn, bæði á knattspyrnuvellinum sem og á frjálsíþróttavellinum. Það að vísu eftir að taka eitthvað af möl og annað af frjálsíþróttavellinum en vinnan búinn. Annar áfanginn, það búið að semja við verktaka sem sér uppsetningu svona á vallarlýsingum eða ganga frá öllum raflögnum og mun sá verktaki fara í þá vinnu leið og veður leyfir og talað að þessi annar áfangi að taka svona sirka 5 vikur að klára það. Þriðji áfanginn sem lagnir og yfirborðsfrágangur á vellinum. Það búið að bjóða þessa framkvæmd út og núna síðastliðinn eða 10. febrúar þá var opnuð tilboðin og bara í þessum töluðu orðum bara verið að fara yfir þau hver fær það verkefni. Þannig að fullnaðar frágangur undir gervigras á þessum nýja keppnisvelli eða knattspyrnuvelli á að vera klár 15. júlí 2025 og fullnaðar frágangur á frjálsíþróttasvæðinu sem þar við hliðina á verður örlítið síðar eða í nóvember 2025. En hvað varðar knattspyrnuvöllinn, þá 4. áfanginn eftir sem aðeins svona sértækara og það að við förum í útboð á gervigrasinu á þeim velli. En það mun bara gerast núna á næstu dögum. Þegar þessu stóru framkvæmdum lokið að þá verður á svæðinu bara fullbúinn knattspyrnuvöllur sem uppfyllir kröfur til keppnis í efstu deildum á Íslandi
og með JÚFA EID-vottun, en það vantar að vísu ennþá stúkuna, en hún mun koma. Og einnig verður snjóbrædd 200 metra hlaupabraut ásamt frjálsíþróttaaðstöðu verður líka tilbúin þegar hún verður þá tilbúin eins og ég sagði áðan í nóvember 2025. Þannig ég vildi bara segja að það er ánægjulegt, þetta gengur bara vel og það nálgast alltaf óðum að við séum að fara að geta tekið þetta í notkun. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka þetta mál sem þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir enn einu bara stórfína málinu og hérna í fundargerð þessa fundar sem heitir Gagnatorg Mosfellsbæjar. Við höfum allavega í hérna þeirri fagnefnd sem ég sit í, sem fræðslunefnd, alveg nokkur sinnum þessum kjörtímabili rætt mælaborð og svona verið að reyna að þoka þeim málum áfram að geta nálgast upplýsingar sem við vitum að eru til. Og þess vegna er ég bara mjög ánægð með að fá þetta sett fram með þessum hætti. Það er sem sagt búið að taka saman inn á vef Mosfellsbæjar hin ýmsu mælaborð. Og auðvitað finnst mér það bara almennt bara skynsamlegt að starfsfólki Mosfellsbæjar að byrja á því að taka saman fyrir okkur á þennan hátt það sem er til áður en við förum að fara fram á það að það sé búið til eitthvað meira. Þannig að þetta er bara mjög gagnlegt og örugglega ekki bara fyrir okkur kjörna fulltrúa, heldur bara marga aðra. Þarna er að finna opnabókhald bæjarins auðvitað og áskýrslurnar, en líka svona ný mælaborð eins og hefur verið búið til hjá ríkinu, eins og mælaborðum farsæld barna og svona eitt og annað. Þarna má líka finna í rauninni yfirlit yfir í hin ýmsu mælaborð ríkisins. Þannig að ég held að það er allavega erfitt að bera því fyrir sig þegar þetta er komið svona að maður finn ekki eitthvað eða það sé ekki til nægilega mikið af gögnum. Þannig að ég bara fagna þessu mjög. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til mál sem þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti og enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessarar fundargerðar og við tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 657. fundar bæjarráðs sem að rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá er það þriðja mál á dagskrá sem er fundargerð 20. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Fundurinn fór fram 4. febrúar síðastliðinn. Þar var eitt mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Þannig að við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 20. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar að rétt hönd. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Það var fjórða mál á dagskrá sem er fundargerð 257. fundar umhverfisnefndar. Fundurinn fór fram 11. febrúar síðastliðinn og þar var eitt mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 257. fundar umhverfisnefndar að rétt upp hönd, samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá er það 5. mál á dagskrá sem er fundargerð 440. fundar fræðslunefndar. Nú 12. febrúar síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Takk, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að koma hérna upp úr þessari fundargerð og taka til máls undir lið 5.3
Þarna var verið að samþykkja breytingu á skóladagatali leikskóla með tilliti til fyrir samþykktar bæjarráðs lengingu á sumarleikskólanum sem að hefur síðastliðin ár verið 4 vikur í samræmi við þá 20 daga sem að börnin að taka samfellt í sumarfrí. Eins og hefur verið rætt að þá hefur verið gripið til ýmissa ráðstafana bara vegna starfsaðstæðna í leikskólum. Og meðal þessara ráðstafana að lengja sumarskólann í 5 vikur. Og það gert meðal annars vegna þess að nú eiga allt starfsfólk leikskóla rétt á 30 daga sumarfríi. Þannig að það hefur verið erfitt að koma þessu fyrir innan starfsársins. En við förum svona eins og við höfum viljað tala svona Mosfellsku leiðina. Við gefum foreldrum kost á þjónustu, þeim sem að þurfa á henni að halda. Og þetta auðvitað mikilvægt að taka það fram að það ekki verið að lengja sumarleyfi barnanna, heldur eingöngu verið að breyta í rauninni hvernig þessu háttað varðandi sumaropnun. Og þetta auðvitað alltaf þegar það eru gerðar svona breytingar, þetta viðkvæmur hópur, þetta viðkvæm þjónusta og það stendur ekkert annað til en að standa bara mjög vel á bak við hana og ég vona að það eftir að fara fram bara gott samtal milli leikskólana og foreldra þetta og ég á nú frekar von á því að svona á næstu árum verði gerðar frekari breytingar í þessum málum. Að þetta búið að vera eins í mjög langan tíma en það bara ýmislegt í okkar umhverfi á vinnumarkaðnum og svona sem að gefur okkur tilefni til endurskoðunar og auðvitað þurfum við að passa upp á þessa þjónustu sem þarna veitt og í rauninni taka þessar ákvarðanir líka með velferð barna í huga og með tilliti til þess að þá held ég að þetta sé bara ákveðin vegferð sem við erum á en ekki endilega einhver endapunktur. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum þessu samtali áfram við skólana og hlustum á hvað foreldrasamfélagið hefur líka að segja þetta. Fræðslunefnd lagði bara mikla áherslu á þetta verið kynnt vel og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli þegar verið að gera svona breytingar og þannig að það sé svona hægt að koma í veg fyrir misskilning og svona koma til móts við þarfir flestra. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar. Við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 440. fundar fræðslunefndar, réttfund. Það samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá það 7. mál á dagskrá sem fundargerð 77. fundar ungmennaráðs sem fram fór 13. febrúar síðastliðinn. Þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Nei, ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 77. fundar ungmennaráðs sem rétt pund. Það samþykkt samhljóða, takk fyrir. Og þá það 7. dagskrármál sem fundargerð 625. fundar skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 14. febrúar síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Svo við tökum hana til afgreiðslu. Bæjarfulltrúar sem geta staðfest fundargerð 625. fundar skipulagsnefndar, rétt pund, samþykkt samhljóða, takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast í dag. Komið að fundargerðin til kynningar og þar þá næst 8. mál á dagskrá fundargerð
960. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og sá fundur fór fram í 13. desember. Þar voru 20 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Fundargerðin er lögð fram. 9. mál á dagskrá er fundargerð 961. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 17. janúar. Þar voru 10 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Fundargerðin er lögð fram. 11. mál á dagskrá er fundargerð 963. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 31. janúar og þar voru 19 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Og 12. mál á dagskrá er fundargerð 597. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 27. janúar. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Fundargerðin er lögð fram. 13. mál á dagskrá er fundargerð 597. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 3. febrúar. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 14. mál á dagskrá er fundargerð 402. fundar stjórnar Strætó BS og sá fundur fór fram 31. janúar síðastliðinn. Þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 15. mál á dagskrá er fundargerð 511. fundar stjórnar Sorpu BS og fór sá fundur fram 5. febrúar. Þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís fyrir svo vel. Þakka þér fyrir. Ég kem bara venju samkvæmt til þess að fylgja þessari fundargerð úr hlaði. Það fór leyfi forseta að fá að fjalla fundargerðina í heild sinni. Gjörðu svo vel. Og það er bara einstaklega ánægjulegt að fundargerðir stjórnar Sorpu skulu vera að skila sér tímanlega og með fylgigögnum. Ég er bara mjög ánægð með það. Það hefur margoft verið gerð athugasemd við þetta og virðist vera komið í góðan farveg. Þetta er fundur sem var haldinn 5. febrúar og ég vildi bara nefna í rauninni þrennt. Það er í fyrsta lagi bara að benda bæjarfulltrúum á að það fylgja þessum fundi bara ansi mikil gögn og bara ágætis skýrsla framkvæmdastjóra sem var farið yfir á þessum fundi. Ég ætla svo sem ekkert að fara að endurtaka það eða þylja það upp. En það eru 2 mál þarna sem mér finnst ástæða til þess að vekja athygli á. Það er annars vegar það er mál 2, ráðstöfun pappírs. Þetta er svona ákveðin angi af þessu mjólkurfernu máli sem kom fyrir einhverju síðan en þarna bara verið að tilkynna það að samstarfsaðilinn sem tekur á móti pappír og fernum frá okkur hefur ekki lengur tök á því að flokka þetta eitthvað tímabundið og þannig að það hefur bara verið almennt upplýst. Þannig að fólk geti sé upplýst það hvert úrgangurinn fer. En þetta er tímabundið út af bilun hjá viðkomandi vinnsluaðila. Hitt er mál númer 7. Það er heitir samningaviðræður við móttökuaðila vegna endurskoðunar á verði á blönduðum úrgangi til brennslu.
og eins og þið vitið að þá hefur verið svona núna það bil í ár fluttur út bakkaður úrgangur til brennslu og þetta var auðvitað boðið út og en í þessum samningum kemur fram að sá sem tekur við þessu getur hækkað verðið. Sorpa getur brugðist við með því að endursemja eða segja upp samningnum og bjóða út að nýju. Hliðgjöldin erlendis eru að hækka, þannig að við þurfum bara að skoða þetta og þessi útflutningur auðvitað ákveðin áhætta í rekstri Sorpu og sýnir okkur þarna svart á hvítu líka hvað það mikilvægt að fara að ræða uppbyggingu á brennslu á Íslandi. Og því máli hefur því miður undirbúningnum fyrir það hefur því miður seinkað aðeins. Það ekki ennþá búið að stofna þetta félag sem að til stóð að gera í samvinnu við umhverfisráðuneytið og þannig að ég held bara þetta bara svona ástæða til þess að nefna þetta áhætta fyrir okkur. Og í framtíðinni munum við svona vilja eflaust geta tekið á móti þessum úrgangi sjálf á brettan. Allavega eins og staðan núna ekki þörf á að hækka gjaldskrá eða gera aðrar ráðstafanir. Þeir vilja meina það að fjárhagsáætlun sem var lögð fram fyrir árið og ásamt mótvægisaðgerðum muni grípa þetta. Þannig að það bara ágætt að við séum meðvituð þetta. Annað var það ekki. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá það 16. mál á dagskrá sem fundargerð 268. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 24. janúar síðastliðinn og þar voru 11 mál á dagskrá, fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 17. mál á dagskrá fundargerð 134. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 7. febrúar síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 18. mál á dagskrá fundargerð 427. fundar samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur var haldinn 30. janúar síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 5. mars næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:03.